Bach var eiginlega að gera þarna til Buxtehude. Af hverju labbaði hann þessa 400 kílómetra? Var það til að læra smá af honum? Ég á 18 ára stjúpson og ég skuttla honum þennan kílómetri sem þarf að fara í tónlistarskólann. Þannig að það er aðeins auðveldara í dag að fara að læra eitthvað. En á þessum tíma, 1703, þá er Buxtehude mjög þekkt tónskáld. Staðan hans var að fara að losna, það var vitað, og hann var örugglega búinn að láta boð berast að hann þyrfti eftirmann og þar með tengdason. Svo var hann orðið þekktur fyrir að halda kvöldtónleikaröð sem voru í lok nóvember og á fyrstu sunnudögum í aðventu á hverju ári. Og þetta voru stórkostlegir menningarviðburðir. Flutt orgelverk, hljómsveitaverk, gríðarstór kórverk, og maður sér alveg fyrir sér að Bach hafi nú verið tekið með sér fiðlu eða eitthvað, eða fengið lánað og kannski setið í hljómsveitinni hjá Buxtehude eða fengið að koma fram á annan hátt. Við vitum líka að Bach samdi skömmu eftir heimsóknina verk sem svona alveg eins og það sé eftir Buxtehude. Þannig að hann nú kannski lært einhverjar tónsmíðar af kallinum. Við vitum það líka að Bach hefur orðið fyrir miklum áhrifum af því að hann fyrsta árið eftir að Buxtehude dó, þá semur Bach bæði kantötu, söngverk sem sagt, og gríðarlega stórt orgelverk sem er svolítið í anda Buxtehude. En það má alveg búast við að Bach hefði nú verið að kíkja á stöðuna sem var alveg að fara að losna hana. Einhvern besta staða í Evrópu. Hún var vel launuð, Buxtehude var óvenjulega vel, það var góðu launum miðað við aðra organista. Það var örugglega betri núna, launin þá fyrir organista. Og það var eitthvað sem að togaði hana. Hann var þarna sem sagt í þessa 3-4 mánuði og kom ekki þangað aftur. Það voru aðrir gestir sem komu til Buxtehude á þessum tíma, þeir aðrir strákar. Mattheson heitir einn og hinn heitir Händel. Og þeir voru svona eitthvað spenntir fyrir að fara til Lübeck og skoða aðstæður, en fóru þaðan líka, einhver hluta vegna, þrátt fyrir þetta frábæru stöðu. Þetta var eitt besta orgel í heimi og getur að verið dóttirinn sem ég veit ekki hvort það konfangið sem hefði verið ekki alveg nógu gott, þeir allavega, enginn þeirra var organisti í Maríukirkjunni og það var einhver óþekktur Schiefendecker eða einhver sem tók við af Buxtehude þegar hann dó. Nú ætlar Friðrik að spila fyrir okkur eina prelúdíónum sem einn flokkurinn enn. Prelúdíón og tokkudurinn er svona saman í flokki. Yfirleitt er þetta í 5 þáttum. Það er svona eins og að það sé verið að vekja orgelið að þessi upphafi, svona spunakennt, ætta frá Ítalíu. Spunakenndur kafli, svo kemur fúga í föstu formi, frjáls miðkafli, önnur fúga og svo er enda með einhverju látum og stælum. Þannig að þetta er bæði sýndarmennska og svona meira strúkturerað tónverk inn á milli.